Sælveriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Í dag þá ætlum við að nýta svona Black Leeds sem svona, það ekki blóðsuga eða svona, það lifir nú held ég ekki hérna á Íslandi en þetta mjög einföld fluga, einföld surumfluga og maður geta veitt þetta bæði strippa þetta, annars hegðar þetta sér náttúrulega í vatninu þannig að þetta fer ekki mjög hratt yfir, svona skríður áfram. Þannig að þetta virkar líka sem bara dead drift þannig séð. En þetta einhvað síður, já, þetta fullt af flugum sem líkist þessu svo sem, en þetta einhvað síður ágætis flug og það reynst mér vel. Við erum að nota Arex NS 118 Classic Streamer númer 6 í þetta, í þessa flugu. Og við erum að nota Samplify Twinna, þessi Classic Samplify Twinna sem 8.0 Twinni. Og prófa hann hérna í þetta en annars hérna sem eiginlega mestu uppáhaldi á mér, það hérna hinn sem hérna Nanosilk Twinnin frá þeim. Já, vel á minnst, áður við byrjum að vefja þetta þá ætlum við að þyngja, ég ætla ekki að nýta hana með kúlun sem ég nýtti hérna, ætlum að setja smá þyngingu hérna framan á hana. Þá vona að þetta sé ekki mikið hérna. Þegar við vefjum svona, þetta hérna blýlaus vír sem ég að nota frá Samplify sem lítur svona út, þetta svona LED free 0,9 mm, það hægt að nota minni vír í þetta en ég kýs að nota þetta þykkan. Og þegar við erum að vefja svona víra á sjáiði þá, þú veist, hann allur í sundur núna, þá ítum við honum saman, sjáiði svona. Og náttúrulega tilvæglega vera með kúlu og tróða hann inn í kúlun og setja superglú. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum þetta svona, sjáiði, það ágætt að vera með neglur, naga þær ekki. Þessi beygja þetta svona niður. Og þannig að þetta standi helst ekki út. Þetta erfið aðeins stífara heldur en blýið. En þetta komið hérna. Og svo snúum við þessu sem sé á móti hvort öðru, sko þau. Til þess að læsa þetta saman. Og ef við viljum hérna fá þetta betur að, það að segja ángana á þessu sem að standa hérna út, séu þetta stendur aðeins og út fyrir, þá hægt, ég ætla ekki að fara með skærin í þetta bent en svo út ég ætla að sýna ykkur þetta, þá hægt að sko fara með haki á skærunum hérna, íta þessu niður. En þetta almennt sé ekki vandamál. Ef við erum að vinna með blývír þá þetta miklu þægilegra. Svona, nú getum við byrjað þetta. Þá vefjum við okkur fyrir framan þetta hérna. Yfir vafninginn. Og fyrir aftan hann. Og aftur getum við hérna fyrir fram. Þetta getur verið hérna kantarnir á blýru geta verið pínu beittir þannig að við geta skorið tvinnan, við erum að passa ykkur á því. Og við hendum hérna einni umferða, sem við tveim umferðum af tvinna á þetta, þá vefst þetta niður svona. Og svo að því að við erum með superglú hérna með höndina, erum bara með svona núna, ekki þetta hefðbundna, ég veit hreinlega ekkert hvernig þetta kemur undan vetri, já. Þetta orðið engu. Jú, það smá hérna, kemur smá úr þessu hérna. Smá svona klessa. Og í superglúið, ef við ætla að klína því á eitthvað, þá notið ekki nálættin eitthvað og ekki neitt, þið notið tannstöngul. Alltaf. Hann þessi ekki til að nota sem ég nota. Þetta náttúrulega eitthvað þykkt superglú, þetta náttúrulega gamalt, þetta búið að standa hérna í nokkra mánuði að síðan í vor hérna á borðinu, ég held að þetta væri búið. Þetta svona.
og svo legg ég tannstöngulinn bara eitthvað frá okkur það sem hann klínist ekki utan í neitt. En þá fyrsta sem við gerum, það með huga að stélinu í þetta og við erum að nota svartan marabú í þessa flugu. Það eina fjöðrin sem við notum. Þá rífum við hérna svart, alltaf að taka þetta saman. Við þarf meira í stélið, við þurfum að fá meira í þetta. Þá erum við það hérna, sýn ykkur hérna, hvernig ég gerir þetta þá. Rífi ég þetta svona frá bara, hendi stilknum, teka þetta svona saman. Svo fer ég hérna í lengri fanirnar og toga þess sem eru stuttar hérna eftir, bara til burtu. Legg þessar svo sama við hinna sem ég var með hérna, svona, og þá þetta. Þá að tala með þetta skotti og við erum eins og við segjum, skotti svona búklengdir. Þetta að passa ykkur þegar þú að vinna með sjóparglóði, sko. Skotti svona, já, búklengt, cirka. Þá kemur það hérna niður. Við erum að passa okkur á þessu til þess að hreinlega fela límið undir þessu líka þjóði. Þá ekkert að því þó við förum með þetta hérna. Jú, við klippum þetta bara. Þetta bara svona, til óþurftar. Við líma á puttana mér. Þetta sleppur til. Svona. Og ég nota í þetta svona flass. Og ég nota tvöfaldan. Ég seti ekki tvöfaldan. Svona, klippum þetta hérna í sundur. Við látum þetta liggja aftur með skottinu. Bindum þetta í sömu lengd og skottið, mín megin. Og svo ykkar myndavélar megin, það kemur nú eftir smá stund. Alltaf svona sjáði. Svo liggur þetta svona aftur með skottinu og þetta gefur henni þegar hún orðin blaut. Gefur henni hérna ákveðin glit, þannig að þetta eins og það glitar hann alltaf á búkinu á þessum kvikindum. Ég hef aldrei séð þetta ég hef ekki séð þetta í Íslandi. Það má vel vera að þetta sé til eitthvað þessu þetta, en ég hef ekki orðið var við þetta kvikindi. En þá, eftir þessu, til þess að búa til búk á hana, þá notaði ég bara hérna svart channel og þetta til dæla einföld fluga. Kemur eins og ég segjum bara búkur át og þá erum við að tala bara 2 snúninga, 1, 2 og svo kemur aftur bara eins og þessi vængur eða þannig. Svona. Nýtum við þetta hérna niður, klippum endan í burtu. Superglúið náttúrulega gerir hérna gæfumuninn. Þá erum við með meira marabú. Við ætlum að nota endan úr þessari hérna, það að segja klippa hana hérna í miðju, svona, nota tippet, þetta fyrst, og með svona marabú þá ágætt að sko, þess að ég rífa af því skona, þess að enda við viljið, það þarf ekki, en það alltaf í lagi, og munið með marabúið ef þið vilja að það setja friðs með það bindið það niður, þá bara bleita aðeins, þá kemur það hérna. Nokkra þéttingsfasta snúninga, svo bleitum við fluguna bara alveg á eftir. Sýnum ykkur hvernig hún lítur út blaut, en þannig náttúrulega hún í vatninu og þannig fiskar hún. Og við notum meira af hérna channel. Þetta hérna 3 vængbitar sem koma, sjáðu þið. Einn hérna. Þannig að þessi hún fastur hérna. Og meira marabú er hér og svo okkur þetta aðeins inn og hún svo löng náttúrulega núna flugan þannig við rífum að þessu bara hérna aftur tökum þetta allt stutta í burtu sem við notum ekki alltaf að breyta þetta
og vængurinn alltaf aftur, hann verður ekkert lengra en skotti, hann bara, það súma þetta eins út og sjá þið. Hann verður, já, svona, hann kemur svona, raðast svona eiginlega upp. Þannig að þetta verði svona sæmilega fallegt. Þannig held ég að þetta skipti ekki öllum máli þegar hún í vatninu, þetta sé flugafiskar ágætlega. Og þetta náttúrulega umfram alltaf urriðafluga hérna fyrir Ísland. En mér að veiða alls konar fiska á þetta úti. Klukku þetta hérna í burtu. Og þá er síðasti parturinn af channel. Hann kemur hér. Ég var búinn að reyta endan á þessu en það þarf að reyta hérna. En ég enda hann, séu þið að festa þessu niður, séu þið svona. Aðeins aftar, svona. Og svona. Svo þurfum við að byggja upp smá plattform hérna þannig að þetta jafni sig út. Fyrir við þetta alveg hérna fram á því þar kemur vængurinn síðasti búturinn á honum. Þá förum við með, þetta sé ekki fyrir, förum við með hérna channelin hingað, þetta er nóg, en það áttur að koma að hausa á hann orna. 3-4 alveg þéttings fasta vakninga. Þá erum við búin með channelið og þá er síðasti hlutin af vængnum, hann er marabú, svart marabú. Það er aðalefni í þessa flugu. Langar og fallega fanir hérna. Blitum hérna aðeins. Og þá koma þær hérna svona niður. Ég er nú ekki mikið fyrir að klippa marabúið áður ég setja niður, en við gerum það hérna. Svo er náttúrulega fullt af marabútum allt hérna hjá mér. Náttúrulega fór upp í veiðivötnina í júlí og svo ágúst aftur og nýtti aðeins fyrir veiðivötnin. Ég átti að nýta aðeins af veiðvatnaflugum í vetur. Svona. Þá er þetta komið eiginlega hérna, þannig að við ætlum að byggja upp haus á fluguna. Og svo er náttúrulega bara valkvætt hvort að menn vilja setja hotspot í hausin eða hvað sko. Sjáu þið. Það er svona fallega, ef við bleytum þetta allt hérna, þá lítur hún þegar svona út blöyt. En svo er í vatninu og því náttúrulega eins og þarf ekki að segja neinu það að marabúinn er svona frekar lífandi í vatninu. Komið kantur á þetta hérna hjá mér sem er pínku klúður en við getum þetta fast hérna niður og byggjum hausinn bara svona, þá er þetta komið. Svo er bara hausnúðurinn á það. Það má sjálfsögðu nýta þessa flugu með kúlu eins og þá sem ég er með hérna. Sýn ykkur það er smá stundir ég er búinn að gera þetta. Við erum með aðra flugu hérna, aðra svona leech. Þessi með kúlu. Það er koma, þú veist, þetta er bara, þið veljið hvort þið viljið. Og svo getið þið náttúrulega, ef við hafa smá húmor í þessu. Eins og þeir í Bandaríkjunum sem eru veiðikeppni og ætla að vinna, þá getið þið sett svona, þú veist, lóð á hana. Þetta væri Chominski leech, eins og ykkur myndi kalla þetta, því að þeir náttúrulega eins og var frægt þetta árið út í Ameríkunni, í Cleveland, í Ohio, þá hérna voru einhverju kallara svindla í veiðikeppni og voru að setja sem sé blý inn í fiskinn til að þyngja. Það var náttúrulega einhver velun, peningavelun, það er fullt af peningi í Ameríkunni og keppa í veiðikeppnum. En nú bara nóg það, ekki svindla yfir í veiðikeppni og ekki vera að tróða blý inn í fiskinn ykkar. Veiði bara á flugu, það er miklu einfaldara. Ég myndi mæla með því. Þetta verður nú samt alveg hugmynd. Það var í veiðikeppni við makkarinn minn, hann Inga vinn minn og fylla veiðivatna urriðan af þessu. Það viktan. Sjá svipinn á hann í Bryndísi þá. En nóg það.
vorum með Solaris Boncure í hausinn, við ætlum að steikja það hérna við ljósinu og ég þakka ykkur öllum sem að hlýdduð og horfðuð á, kærlega fyrir áhorfið. Þið með endilega geðast áskrifendur árasinni, setja like á vídeóið og deila því ef þið viljið. Einnig getið styrkt Flugursmiðjuna ef þið viljið og það er linkur hérna fyrir neðan í lýsingun á vídeóinu og þar finnið þið uppskrifta flugunu og slíkt og fleiri upplýsingar fluguna. En þangað til næst þá bara sjáumst við hress og kát í